Lífvísindasetrið sem slíkt byrjaði sem samvinna milli vísindamanna hérna í kringum 2004-2005. Óformlega þegar sem við fórum að tala saman að það yrði nauðsynlegt að byggja upp sameiginlega svona kjarnaeiningar í kringum tæki og aðferðafræði. Það sem að gerast í lífvísindarannsóknum að það alveg ofboðsleg þróun í tækjum og aðferðum og við þurfum að fylgja þessu einhvern veginn eftir, við þurfum að geta haldið í við þetta. Og einn stakur rannsóknarhópur með einn prófessor getur ekki gert það, við getum hins vegar gert það ef við erum mörg saman. Langflestir innan lífvísindaseturs sinna grunnrannsóknum. Það að segja við erum að rannsaka meðal annars tilurð og framþróun ýmissa sjúkdóma eins og krabbameina. En við erum líka að rannsaka ýmsa þroskunarfræðilega ferla. Í raun og veru setjum við ekki neitt stimpil á þann sem tekur þátt í lífvísindasetrinu. Aðalatriðið að þú nýtir sambærilega aðferðafræði og sért í raun og veru virku þátttakandi. Þannig að þú komir inn í setrið og miðlir og þykir. Helsti ávinningurinn hefur verið sá að samstarf milli hópstjóranna sem að starfa á þessu sviði innan háskólans hefur aukist gríðarlega. Samskiptin, samstarfið, samtalið, nemendur vita meira af möguleikunum sem eru til staðar og annað slíkt. En leið þá hefur okkur tekist ofsalega vel að í rauninni byggja upp kjarnaaðstöðu. Lífvísindasetrið hefur fengið töluverða athygli bæði innanlands en ekki síst erlendis. Það mikil sókn í gegnum okkar heimasíðu af erlendu stúdentum sem vilja koma og starfa undir leiðsögn vísindamanna við lífvísindasetrið. Lífvísindin koma svo víða við sögu og við þurfum ekki að horfa til Landspítalans þar sem eru gríðarlega mikið unnið á þessu sviði þar sem menn í alls konar greiningum og vinnu í kringum lífvísindi tengt sjúklingum. Síðan eru orðin til líftæknifyrirtæki á Íslandi og íslensk erfðagreining eitt merkilegasta dæmi þar. Alvotech að þróa hérna líftækniverksmiðju hérna niður í Vatnsmýrinni. Ef við skoðum hvað að gerast í nýsköpun þá sennilega svona það bil tugur fyrirtækja, nýsköpunarfyrirtækja á sviði lífvísinda sem að reyna að hasla sér völl. Þetta allt fyrirtæki með fáa starfsmenn, með litla peninga, en þau þurfa að geta nýtt sér ákveðna hluti, ákveðna tækni og aðstöðu og við getum boðið ákveðna hluti þar. Þannig að ég sé fyrir mér í framtíðinni einhvers konar samstarf, einhvers konar nýsköpunar miðstöð tengda lífvísindasetri þar sem að bæði háskólastarfsfólk og nýsköpunarfyrirtæki að nýta sér sams konar sömu tækni til framþróunar sinni vöru eða þjónustu eða hvað þau eru að þróa.